Sigurður, þið hangið í þessu í 3 leikhluta. Hvað gerist hérna í fjórða? Handklæðið fór bara inn á eða? Nei, ég meina, alls ekki, við ætlum ekki að hafa það þannig. Við hættum að hreyfa boltann, fórum í 1-1 kjaftaði og hérna þeir fengu fullt af skotum og voru að hitta þeim bara og ég meina, þeir tóku bara rönn og við vorum bara svo kjánar hinum megin, við rennið báðum megin, bæði vörn og sókn. Þeir voru að refsa ykkur mikið þegar þeir voru að fara í hjálpa vörnina. Er það svona einn af þessum hlutum sem þið þurfa að athuga fyrir leik 2? Já, við náttúrulega bara megum ekki missa menn fram í okkur, sérstaklega ekki í miðjuna. Við vitum það vita það náttúrulega allir. En þeir voru bara að fara í miðjuna hjá okkur, þeir voru að gera það sem við vildu í raun og veru. Og það var í rauninni allan leikin líka, það var fyrri hálfleik. Ég meina, svo bara springur í lokin eitthvað, ég veit ekki hvað við segja. Ég held að það verið 7 stiga munur, þeir voru 2 eða 1 mínúta eftir að þriðja. Og síðan bara, ég veit það ekki, bara göngum það vekk. Þannig að fyrir leik 2 þá er það, hvað? Er það varnarleikurinn eða? Já, klárlega, ég meina bæði vörn og sókn. Við þurfum klárlega að fara í vörnina og passa það að menn sé ekki að labba inn miðjuna hjá okkur. Og annað við verðum náttúrulega að spila boltanum á milli. Það er alltaf mikið að menn sé bara dreifblætir 1-1. Ég efast að við höfum verið með yfir 10 stóðsendingar í leiknum sem lið, sko. Á meðan að þeir hafa örugglega verið með 30-40, sko. Þannig að þetta var bara daburt báða megin hjá okkur. Þannig að það er útkall í Stykkishólmi því ekki viljið koma hinga 2-0 undir? Nei, við náttúrulega ætlum að vinna alla heimaleikina. Það er alveg klart, við vissum það fyrir þennan leik. Núna erum við hérna kannski búin að setja okkur í smáhólu. Þeir eru bara með blúsandi sjálfstraust, búin að tapa einum leik í deildinni í vetur og rústa okkur hérna í fyrsta leik. Þannig að við verðum bara að koma og sýna úr hvað við erum gerðir.